Já, þetta myndi Lego bátur vera. Þessu eru límmiðar og svona flatt unit. Þetta til þess að einn undarlegasti Lego kubbur sem ég hef séð. Já, það kall á leklakipu. Ég bjóst ekki við þessu. Fylgdi þessi græja með svona lítur svo krókódíl. Bæti inn í safnið. 2 svona segja þér. Þetta eru 1000 stykki, það þýðir einn kassi með svona og kassi með svona og kassi með svona og svo framvegis og svo framvegis. Og ég nefndi ekki svona að taka þessu bókuna með þá. Þetta er stórt. Þetta áttur að taka nokkra daga. Þetta er annar mjög áhugaverður kubbur. Af hverju ekki svona kubbar í fleiri hlutum? Ég veit ekki alveg í þvotu kannski. Þvoturhug. Þetta er magnað. Þetta sé svona þar. Þetta verður sko almennilegu bátur. 2 utanborðsmótor á honum. Eða innanborðs. Það eru mótorar. Þetta er svona. Þetta er ekki svo hinn báturna sem með hreyfanlegri skrúu en þetta er svona. Þetta er bara lúkkið. Það er einhver smá bil á milli. Þetta hefur nú samt alveg tilkall til gæða þótt að sé ekki alveg besta Lego í heimi, en þetta er samt þolanlegt, svo hvað mikið eftir. Jæja. Það komið eitthvað furðulegt dæmi sem kemur fram einhvern tímann seinna hvernig virkar. Hefur eitthvað með þetta hérna að gera, hugsa ég, sem er líklegt. Alltaf gaman að hlutur eru svona marglítir og flóknir. Það tekur 3 ár að smíða. Nei. Þarna er þetta ástæðan fyrir allir sem hérna dótið koma á hreint. Það er einhverjur skúffur eða eitthvað fjandi hérna á þessu. En mikilvægast af öllu engin hjól. Það virðist að renna ágætlega saman þetta dótið. Þetta er ekki það slæmir kubbar. Þá myndi hafa þetta munstur þetta svona og þetta svona og ég held til að láta þetta nægja í dag. Ekki alveg. Það er vinna á morgun. Það er dagur 2, skulum halda áfram. Þetta hérna er mest pirrandi partur af bátnum. Því að maður er eitthvað að ýta ofan á þetta eða fikta í þessu og eitthvað þá dettur þetta niður og brotnar af og þá maður að gera hlutina aftur sem er áhugaverður hönnunargalli á þessu fyrirbæri. Það er meirinn að segja það að púsla þessu saman heldur. Það er komið kaffitími aftur. Maður situr ekkert yfir þessu stanslaust. Svona dulufulli kubbur eins og þessi bátur hérna. Þetta er það er mikið af þessum með þessum flugjölum og þyrlórum og öllu dótinu. Sjáu þetta. Þannig að berum þetta saman við þetta skip. Þannig er það. Og þetta er aðeins styttra. En svo komið svarti parturinn og líka komin á það. Það er alveg aðeins verið þetta fyrir okkur. Þetta er voðalega eitthvað einkennilegt í laginu. Einhver flísalega hólu þarna. Ég veit ekki hvað þetta á að vera. Og hann var einkennilegur smíðisgripur. Holtaðinu líka. Einhver hlerar. Þeir gera eitthvað. Það lítið prófalega vel út hvað maður hvort fyrir lókum á stöðuna eða eitthvað sliðis. Já, nú í dag. Meira morgun. Dagur 3. Ég er búinn að setja þetta hérna á. Þetta er kubbur sem að er ekki tilheyrir engu öðru
Ég veit ekki hvað annað með þetta eiginlega að gera þetta unit hérna. Þessi hérna líka, við þurfum annars samsvarandi speglaðan og geta búið til eitthvað sniðugt, þannig að lítið veit ég hafa þennan hérna eina. Þessi hérna, þetta er mikið af svona einstökum kubbum í þessu fyrirbæri hérna. Og mikið af ekki einstökum kubbum. Þetta hérna er sannlega einstakasti kubbin. Já, þetta er eitthvað sem víst ekki alveg við. Hvað ætli þetta að vera? Þetta lítur svo harmonika, satt að segja. Sjá þetta dót hérna, þetta lítur svo handháskent og eitthvað ritjulega út, eða ómögulegt að segja að þetta eigi að vera eitthvað ákveðið. Þessu munnharpa með einhverju svona dóti og nó. Já, það er þetta ekki brothætt. Ég veit ekki af hverju þessu kubbar hérna þurfa að vera svo blómilegin, en það er einhver. Þeir eru ákveðið að hafa þetta svona á tilbreytinguna býst ég við. Núna er þetta almennilega flókið með svona gulum plöntuljósum einhverjum og þessu dóti sem ég veit ekki alveg hvað á að vera. Það er eitthvað svona eitthvað mótorlegt við þetta, veit ekki alveg hvað á þetta að vera. Þetta er ekki ljóst. Það er allan að plöntuljósin eru gefa lífinu lit þarna. Spes. Það líkist engu sem ég hef séð. Það má ekki stæluskipinu þarna. Ég veit ekki alveg hvað þetta á að vera, en þetta er frekar tilkomumikið. Og það er svona ber pínlítið á því að það eru bil hér og þar vegna þess að kubbarnir eru ekki alveg jafn stórir og skakkir og eins og kínversk Lego er. Þannig að þetta komið, það vantar bara einn, sjáu hérna hvernig þetta er ekki symmetrist. Það vantar eitt svona, bara einn kubb af 1000 og eitthvað. Þetta dót á víst að fara ofan á þetta hérna. Leggist hana og þetta verður svona. Jú, ég er með þetta tilbúið. Þetta var það síðasta á þessu. Það er hérna kúlustefni og stýrið. Það er svona á þessu, hvað heitir þetta, skrúfur. Á stærðin á þessu fyrirbæri. Hágeða kubbar, sérst þetta á milli alls staðar. Allt tollir saman og tollir rosalega vel saman. Það er ekki svolítið kínverst. Já. Fylgdi með þessu ykkur hellingur á einhverjum flugvélum sem ég veit ekkert um. Þetta er flugvél hérna og öðruvísi flugvél hérna með svona, já, hvað er þetta, stýr hérna framan á. Þyrlur, nenni þeim ekki. Svo það bíl bara hérna á þetta, þetta er algjörlega brilljant. Já, þetta var minna brilljant kannski. Berum þetta saman við eitt skipi sem við vorum konum með. Það er hér talsvert stórt. Þetta er nú ekki jafn stórt. Nógu stórt samt. Tók 3 daga að föndra það saman. Það líður kannski árdagur og maður standur ykkur og svona stóra aftur. En það sem allir hafa verið að pæla í allan tíma eru auka kubbarnir. Mikilvægasta parturinn af öllu kínversku Lego eru Lego kubbar sem að koma bara með og eru auka. Það vantar samt